Hæ, velkomin í fyrstu tilraun ykkar. Í þessari tilraun þá ætlum við að mæla eðlismassa pappírs. En til þess að gera það, þá þurfum þið að vera með bunka af blöðum. Þið getur verið með eitt blað, en það er svolítið erfitt að mæla þykktina. Við þurfum að mæla þykktina á blaðinu. Þannig þið ætlum að vera með bunka af blöðum. Þið þurfum helst að vita hvað eru mörg. Þannig þið getur notað prentaran ykkar til þess að prenta út 10 auðar blaðsíður í einu eða eitthvað svoleiðis til þess að telja. Ég ætla ekki að segja hvað ég er með mörg blöð, en þið ættuð, þegar þið eru búin að framkvæma tilraunina, að geta sagt mér hvað ég er með mörg blöðina. Það sem þið þurfum að gera síðan er að þið þurfum að taka reglustiku og þið þurfum að mæla lengd, breidd og síðan hæð á bunkanum til þess að vita rúmmálið á honum. Þannig að eðlismassi er massi deilt með rúmmáli og rúmmálið er lengd sinnum breidd sinnum hæð. Massan getur þið fundið á svona vog eins og þessari. Ég ætla að kveikja hérna á on og ég ætla að taka bunka minn. Ég ætla að muna að setja reset. Síðan ætla ég að taka bunka minn og ég ætla að leggja hann svona on á og þetta eru 223 grömm. Þessi hérna vog, hún hefur óvissu upp á 1 gram vegna þess að þetta gæti verið 223,4 gram eða þetta gæti verið 222,6 gram og reiknivélin myndi þá bara vera námynda, en allt eftir því þá er pluss mínus 1 gram þannig í óvissu. Reglustikan eins, það er 1 millimetri á milli strikana á reglustikunni, en það þýðir þá að óvissan er 1 millimetri vegna þess að þetta gæti verið 28,3 centimetrar og síðan eitthvað aðeins meira eða eitthvað aðeins minna, fattið þið? En út frá því að þetta eru 223,4 grömm, þá ætti þið að geta sagt mér eftir að þið hafi reiknað eðlismassan á pappír hvað þetta eru mörg blöð. Gangi ykkur vel.